Númer 9, Káldíl Andresson. Númer 10, Sverrir Eyjólfsson. Númer 13, Eyþór Már Magnússon. Númer 15, Hrannar Bragi Eyjólfsson. Númer 21, Andri Hjartar Gretarsson. Númer 22, Starri Fredriksson. Númer 23, Guðjón Ingi Sigurðsson. Númer 25, Guðmundur Sigurður Guðmundsson. Númer 30, Dagur Snær Stefánsson. Og númer 33 er Finnur Jónsson. Þjálfari Stjörnunar Einar Jónsson og honum aðstæður eru Jóhann Ingi Guðmundsson, Karl Danielsson og Gunnlaugur Jónasson. Flestum vel fyrir Stjörnumönnum. Og þá er það lið heimamanna númer 19, Ingvar Kristinn Guðmundsson. Númer 16, Bjarki Snær Jónsson. Númer 3, Kristján Örn Kristjánsson. Númer 5, Sveinn Jóhannsson. Númer 6, Bergur Snorrason. Númer 7, Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson. Númer 8, Breki Dagsson. Númer 9, Brynjar Óli Kristjánsson. Númer 10, Sveinn Þorgeirsson. Númer 13, Brynjar Loftsson. Númer 22, Björgvin Páll Rúnarsson. Númer 28, Unnar Arnarsson. Númer 31, Eyþór Snæland Jónsson. Og númer 45, Hreiðar Sóeka. Þjálfari Fjölnisar Arnar Gunnarsson og honum aðstæður Kristján Jóhansson, Halldór Rafn Halldórsson og okkar eina von Jón Pálsson. Ég segi bara góða skemmtun og áfram Fjölnis. Já, góða kvöldið og verið velkomin hérna í beina útsendingu Fjölni TV á leik Fjölnis og Stjörnunni fyrstu deild karla. Ég heiti Jón Brynjar og með mig situr hérna Helgi Kristjánsson. Helgi, hvernig líst þér á þetta? Ég heyri ekki hvað segir. Ég spyrir bara hvernig líst þér á leikinn? Herru, mér líst bara mjög vel á þetta, ég held að það verið hörkuleikur. Já, nú er náttúrulega Stjarnan með 2 stiga fórstu í fyrsta sæti og Fjölni getur jafnað á og með hagstæðum markamun að muni Fjölni komast upp fyrir Stjörnuna. Það væri gaman að sjá okkur vinna á með þeim mun til að enda efstir. Það væri gaman að sjá Fjölni í efsta sæti í fyrstu deild og við komum svona langt inn í tímabili. Það væri hreint ekki leiðilegt. Og við verðum að taka fram að þessi útsending er með öllu hlutdræg og við biðjumst ekki afsökunar af því. Nei. Þannig að skemmtið ykkur vel. Ég mun samt reyna að halda í við dómarana fyrir svona þá stétt og mun reyna að vera smá svona með þeim. Já, þú ert náttúrulega löggildur HSI-dómari og þú myndir koma með mikla vitneskju dómarskærslu af því ég veit ekki mikið hana. En Fjölnismenn byrjum boltan. Sjáum að Stjarnan byrjar hérna í sinni venjulegu 5-1 vörn. Svo förum að sér við byrjunlegi Fjölnis. Í vinstri er Brynjar Loftsson, vinstri skyttu Sveinn Þorgeirsson, miðjunni Björgvin, hægri skyttu Donni sem sækir hérna á og hann hann Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson í hægri horninu. Og línuna séðan Bergur Snorrason. Fínt spilinn af Fjölnismönnum. En ég hef samt alveg vilja bara sjá gult spjald þarna strax fyrir bakgrindninguna. Já, fór hann satt nú. En Helgi, nú eru dómarinn mjög góðum gæstandi, þannig að við búumst við góðri gæstli kvöld. Já, þessi tveir menn eru búin að vera örugglega lengst í þessu af þessum dómurum sem eru að dæma í dag. Þannig að við ættum að búast við góðri dómgæslu kvöld. Þá getum við ekki kvartað. Nei. Sjáum það missi. Sterk vörðin hjá Stjörnunni. Já, þetta er rétt. Þetta er rétt. Það var skemmtileg hugsun en hann í Berg var aðeins og graður hann eins og maður segir. Og já, Stjörnumenn eru hérna í sókn. Fjölnismenn spila einnig 5-1 vörn með Björgvin framann. Já, Ingvar með sitt fyrsta skot.
Guðmundsson. Og Donni, upp með drengur. Það var hinum einn. Já, sæll. Einar Ólafur Vilmundsson. Það eru bara 2 skotvar hana. Ég myndi frekar segja að það eru vel varið heldur illa skotið í þessum 2 tilfellum. Já, hann Einar er engin aukvist í markinu. Hann er alveg með þetta. En vörnin hjá okkur hérna í fyrstu sók Stjörnumanna opnaðist alveg gífurlega mikið. Það var allt galopið. Algjörlega. Þeir náðu krosssendingun yfir sem má ekki gerast í þessa 5 metra vörn. Sáum Eyþór sókninni. Þetta er ekki nógu gott. Númer 10, Sverrir Eyjólfsson. Sverrir Eyjólfsson, sitt fyrsta markleiknum. Donni, beint í skotið. Þetta mun vera erfitt ef við ætlum að leyfa annað í línumannum að liggja á Donna þegar boltinn er hægra megin úr þeim. Ef línumaður nær þessu stuðu á Donna þá er Donna ekki að fara að stoppa. Það er örlítill kílóamunur á þeim tveimur. Já, erfitt verður hann að vinna sér stuðu á móti hann. Og þetta var fyrir númer 10, Sveinn Þorgeirsson. Að sjálfsögðu, Sveinn Þorgeirsson. 1-1. Fastur fyrir þarna. Nei. Ha? Ég veit ekki alveg. Nei, ég ætla bara að segja að þetta hafi verið fullharður dómur. Ég hefði skilið guldspjald. 2 mínútur, allt og gróft. Jæja, Fjölnismenn þá, einu færi. Eyþór með skoti, Ingvar tekur þetta. Númer 15, Ingvar Kristinn Guðmundsson. Með sitt annað skot í leiknum. Nú er bara að vera rólegir og yfirvegar í sókninni. Við reynum að spila eins langa sóknir og getur núna. En þú veist, já, ég hef kannski hent gulu spjaldi bara á seinana til að byrja með. Já, þeir eru ekki hræddi við 2 mínútna boltastunnar. Þeir dómararnir, þeir... Það eiga þeirra sjálfsög ekki vera það. Nei, það er alveg rétt hjá þér. Ég hefði alveg skvarta að þetta verið Fjölnismaður sem hefði lent í þessu. Björgvin. Það hefum alveg bótt gert það. Klaufalegt hann það. Og Breki farinn. Vel gert hjá Ingvari. Ingvar Kristinn Guðmundsson. Það er 3. skotið hans, það er bara... Það var vel gert hjá hann. Glæsilega gert, bjargar okkur algjörlega hana. Þetta viljum við sjá. Þetta er akkurat það sem við viljum. Við fá Ingvar strax í gang. Við ætlum að vinnunarleika við verða á Ingvar í gang. Ingvar hefur nú verið frá í síðustu leikjum vegna nefnbrot sem var hlust á æfingudaginn. Hann er komin aftur og Björgvin, já! Númer 22, Björgvin Páll Rúnarsson. Smá hefni, við tökum því. Hann var að reyninda. Nú, Björgvin er langmarkahæsti leikmaður Fjölnis, búinn að vera frábær veitur. Það er búinn að gífileg bæting á hann síðan í fyrra. Já, Ingvar! Þetta viljum við sjá. Kristinn Guðmundsson. Mér fannst hann ekkert alltaf samfærandi í mörguleikjum í fyrra, en núna í ár er hann búinn að vera algjörlega frábær. Þetta er hans svona breakout year, eins og við köllum á góðri ensku. Já, hann er búinn að vera algjörlega frábær í þessum leikjum sem ég séð með honum í vetur. Bergur út í blokki, Björgvin sækir á. Sveinn í undanvittu. Já. Þessi er kannski maðurinn sem mér fannst oft vera bestur í fyrra, sem var þannig í Breki. Það sést lítið á honum. Já, hann hefur tekið skrið tilbaka í ár, en vonum bara að hann komi fljótt aftur inn. Það er oft erfitt að fylgja góð ári. Jú, það er rétt. Sagt að þetta er að fríkast, en alltaf lagi. Glæsilega gert hjá honum Donna, komst hann inn í hraðalöpsendingu. Vel skila sér tilbaka. Það er samt sérstilega klálega, það er smá stressi í mönnum bæði í Stjörnuliðinu og Fjölnisliðinu við þessi byrja. Svona... Já, menn voru náttúrulega að tala um það að Stjörnuliðið væri bara ósigrandi eftir að... En þeir lentu svo í því daginn að tapa móti Selfoss.
Þannig að það sýndi bara að ekkert lið er ósigrandi. Donni. Nei. Já. Vel gert, Brynjar. Þetta fekk hann á hörkunni og seglunni. Já, þetta var vilji að baka þetta. Þegar þú ert í handbolta þá er ekkert lið sem er ósigrandi. Það er bara hann. Það er rétt. Og þá leysir hann Andri Hjartarinn. Já, þarna sváðu fylgismenn aðeins á verðinum. En keyrir fljótt á. Björgvin. Glæsilega gert, Björgvin. Og þessi mannalag, númer 22, Björgvin Páll Rúnarsson. Vilhjálmur vildi nú meina að það hefði verið haldið í sig. Alveg brjálaður úti, hann vildi meina þetta róluleg blokking hjá honum Berg. Já, dómarinn á bara spjaldan ef hann ætlar að væla svona. Það er alveg. Sjáum Eyþór. Nær lúmsk línsendingu en hann nær ekki til boltan, hann sjárir. En þetta var góð vörn í Fjölni. Mjög góð, staðan 40 fyrir Fjölni. Lossa. Vel lesið hérna hjá honum starra í vörninni. Og glæsilegt hjá Donna. Hann er frekar pirraður hérna. Leikmannum með dutt og þetta er önnur sendingi sem hann tekur spretnið fram og sendingin er það lélega þegar Fjölnismennir komast inn í hana. Já, hann Arnar Gunnarsson, þjálfari Fjölnismanna, hefur greinilega farið hans yfir þessi hraðahlaup hjá Stjörnunni. Það var greinilega lagt upp með það að fá ekki á sig mörg hraðahlaup. Það er að ganga alveg til plani. Já, það lítur bara vel út. Brynjar leysir inn, Björgvin Árásson, Donni. Já, þetta er klárt fríkast. Alli hérna með slaka sendingu. Sveit á línu á Berg. Bergur losir hornið, vel gert hérna. Fínt spil hérna. Já, Stjarnan í boltan. Alli. Og það er mark. Glæsilegt hann. Það er gott verið sjálfstyrkt í honum að skora núna nefna í leiknum. Já, átti þarna smá feilsendingu. En vinnur upp með því að stela bolta og fá mark sjálfur. Maður þekkir það sjálfur þegar þú veist, maður næri að stela boltanum og skora, það kemur trú í hjarta hjá manni að maður geti þetta og þetta maður sér ekki hérna. Alveg klálega, sér hann bara í vörninni, hann er að deyju spenningi. Já, klókur hann að sleppa. Við veitum margar sem hefði haldið í hann. Og fengi á sig 2 mínúturna. Þetta er fín vörn hjá Fjölnismönnum. Og þegar ég segi þetta, á skora Stjörnumenn. Það er bara þegja næst. Það getur nú sagt að það hefur verið smá heppni þarna að Breki skulle ekki hafa komist inn í þetta. Já, það er rétt. Sjá nú að Breki komur inn á. Breki sem var einmitt svona Spútnik leikmaður í fyrra með honum Donna. Hefur hafið svona hljótt sig í vetur. Var hann eitthvað meiddur í byrjun tímabils eða eitthvað, veistu það? Ekki, svo ég veit það, nei. Já, fín vörn hérna hjá Stjörnumönnum. Fínt að sækja fríkastu líka bara hann. Já, okkur liggur ekkert á. Björgvin. Þeir eru fasti fyrir Stjörnunni. Hendi komin upp. Var að koma skotunum og var að breyka. Skot. Lúmskot þarna. Já. Breki hérna með lúmskot sem að varði beint í hendurna á Brynjar Loftssoni sem að hann segir ekki nei við svona farum. Nei. Ég held að hann sé búinn að klúra sínu fari í dag. Hann Brynjar. Hann er með 1 klúruleik. Það er komið að borðinu. Nú er allt inni hjá rauðu þrumunni.
Það er maður halda þessum bolta úti. Eyþór Már Magnússon. Þetta er nú eitthvað aðeins meira dómari. Það er spurning að henda hana einu gulu korti á loft. Ég hefði þegið það. Björgvin skemmtilega hreyfingar á Berg og það er lína. Það er eins og Bergur var ekki alveg tilbúin að fá boltan hann. Þetta bjóst ekki við þessu. Ari í gegn. Já, hann skorar hana. Ari Pétursson. Sveit þarf að reyma skóna. Ekki út af fintinu held ég samt. Nei, þetta er búið að leka svolítið hérna í vinstra meginn hjá okkur núna í vörðinni. Sett hjá Berg. Já. Þetta er búið að vera, ég myndi segja að leikin væri svolítið þar. Það er spurning hvað Atti gerir, hvort hann gefur hann smá sénsi viðbót og sjá hvort hann náði eitthvað að bæta þetta. Það þýðir ekkert að vælu þessu. Þetta er bara gult spjald. Takk fyrir. Þá leysið Brynjarinn, Sveit sækir hann miðuna, aftur á línuna Bergur. Og verður tilkað að varða skot nr. 1, Einar Ólafur Vilmundarson. Einar kom með 5 skotvaran í markinu. Við verðum að nýta þessi færi, það er bara svo einfalt. Nú, næsti maður inn á línuna er hann Unnar Arnarsson. Spilaði með Fjölni í fyrra. Uppalinn í afturlíku. Mér finnst líklegt að fá að sjá hann bráðlega, en á meðan ég tala á skýtur Eyþór á markið. Inga tekur þetta. Númer 15 með sitt fyrsta varðarskot, Ingar Kristinn Guðmundsson. Vel gert hjá Brynjar þarna, eins og hann var farinn fram og skar tilbaka. Þá kemur Sveinn inn á allan í sóknina. Þarna kemur Sveinn. Þetta er klárlega einn efnilegasti línumaður landsins. 17 ára gamall, valinn í 20 landsliðið daginn. Það er ágætt. Það er lið sem að endaði í þriðasæti á, var það ekki EM eða HM? Það var EM? EM ekki, jú. Í Rússlandi. Alli áhugasamur hana. Skemmtileg hreyfing. Jæja. En Sveit gefur nafna sinn og það er varið. Slæmt að þetta er annar döðvarinn að línu sem var klúrið, megin mikið að klúrið sem var. Já, hann Einar ætlar að vera okkur erfiður í kvöld. Vari, Eyþór, vel gert þarna hjá alla og hann hendur hann út af. Ég fíl þetta, áfram og svona. Þetta er vel gert. Jæja, bara mitt hús, burt með þig. Fínt dög að fara á honum. Eyþór með langa sendingi, hægra hornið. Já. Númer 22, Starri Friðriksson. Þetta var hann, Starri Friðriksson, hægra horninu. Inga sé ekki sáttur við að ekki vara eina bolta. Já, þetta fór á leiðilegan stað þarna. Ég er persónulega ekki að segja hann hefði átt að vera þetta, en mér finnst það og svona svipur hans að hann var ekki ánægður með að hann var ekki eina bolta. Það er rétt hjá þér. Ég hefði klálega ekki valið eina bolta. Herru, hann tók hann flott stjörnuskref. Fór í gegn. Dómarinn er fullfljótur að dæma hana. Það kemur fyrir. Það kemur Sveinn aftur út. Boltan, stöðuvæsla, Sveinn Þorgeirsson á miðuna. Klippingu Brega. Björgvin, skot með það bara. Já. Já, það er leikmaður númer 22 með sitt þriðja mark, Björgvin Páll Rúnarsson. Eins og þetta er eitthvað sem að mér fannst hann vera búinn að bæta í síðan í fyrra, hann hefði
vopnabúri sitt, þessi skot fyrir utan. Já, það klárlega. Ég man ekki eftir að sé mörg skot fyrir utan hjá hann við fyrra. Hann var einmitt mjög mikið í gegnabótum, en hann er búinn eins og segir, bæti svo við. Það var hann orðin mjög banvæn skytta skástrík miðja. Það er líka náttúrulega þægilegt fyrir hann að vera orðin góður í þessi, það styrkir hann svo mikið og gerir hann auðveldara fyrir að brjóta sér í gegn. Algjörlega, það kemur skotögnin, þá verða menn tilbúinir. Já, þið megið væli eins og viljið, Garbaðingar. Herðu það nú, já, auðvitað. Það er naumast hvað það heyrist í þeim. Ég spáði, mitt í Donni segja hvað hann. Ekki sem ég tók eftir allavega. Áhugavert að hann skulle ekki vera lengur inn á. Ég er alltaf ánægður að sjá þannig að Svein skjóta. Já, við viljum gera það. Við viljum sjá hann skjóta. Já, þetta er svo mikil ógn ef hann er að skjóta. Þá þurfa að koma utar út í hann og það þýðir að losnar meir gegnumbrot og línumann. Akkurat. Hann Einar í markinu er með 50% markværslu. Það er allt of mikið. Já, þetta er bara spjald. Já, flott. Þessi, við vorum að fá hérna stöðun úr Val IR, Valur 10, IR 14. Það er einhvern veginn náðið að loksins að brjóta í sig hérna. Það var gaman að sjá. Það var líka gaman að sjá að gera á þetta Val. Við höldum alltaf með underdogs. Það er bara hannig. Þetta er góð Howard þarna. Glæsilega varið þarna hjá hann að breyka. Starri laumar hann undir fætur Ingvars. Mér finnst líklegt að þessi skipting að Donni kemur út af fyrir breka sé svolítið varnarhugsuð. Já, getur verið. Þannig að hann breki alltaf hörku varnarmaður og getur spila hægri skiptu og hann sé nú réttundur. Það er spurning samt hvað ég gera, eins og þeir eru búin að fara tvisvar inn með horninu fyrir eitthvað svona opnum færum. Hvort að hann Brynjar bara vera aðeins passívari. Já, það er góð spurning. Hann verður bara að gera það ef að Starri ætla að halda svona fram. Kemur sinn út, Björgun á miðuna. Klippingin. Nei. Þetta er bara rétt. Eða? Já, ég veist hann Var hann kjur? Já, ég veist, hann fer bara með öxlun undan sér og er ekki að hugsa neitt annað heldur en bara hann er að reyna að losa upp boltan og þú veist, fara með öxlun undan í mannin þá er þetta bara rauningur. Já, það má vera. Breki vissi það sjálfur. Leif hann flauta á hann, þá vissi það sjálfur. Ég er svo anskotu litar, ég sé allt rangt sem dómar dæma gegn okkur. En eftir 20 mínútur staðan 7-7. Já. Sverrir hana með skot yfir úr dauðafæri. En vörnin hjá Fjölni opnaðist eins og alveg svakalega hana. Þarna ná Stjörnumenn ódýru hlaðarsmarki og á sama tíma þá tekur Arnar Gunnarsson leikli. Já. Við tökum okkur bara pásu meðan leikli er í gangi.
Jæja, þá hefjast leikar. Við sjáum að Arnar gerði 2 skiptingar í leiklinu. Donni kemur aftur í hægri skiptu og Breki færir sig yfir vinstramegin. Já. Fín stemming hérna í gráðunum. Já, ég finnst að hefði viljað sjá fleiri á svona toppleik. Það kemur óvart líka að sé, veist, það er náttúrulega engin stjörnu á henni. Já, það er rétt hjá þér. Og með sitt 8. varða skot nummer 1, Einar Ólafur Vilmundarson. Hann er mjög erfiður við okkur í markinu. 8 varðin skot, 7 mörk. Það er yfir 50% markværsla, það er rosalega mikið. Það er allt og mikið. En við skulum vona að við náum að finna einhverja leið fram hjá honum. Já, við verðum að gera það. Og ótrúlega hvað er að finna alltaf línuna. En vel var í honum Ingvari Ingarsíður. Og á sama tíma fær hann Donni gult spjald. Það stígur Starri á vítalínuna. Nú þarf Ingvar að taka 1 skot frá honum. Já, ég hef góð tilfinningu fyrir þessu. Koma. Já. Ég myndi segja að þetta ekki var í bolti. Þetta var í molti. Já, ég er ánægður með það. Nei. Já. Smá heppni þarna. Var þetta í fótinn á stjörnuleikmanni? Ég fannst það nú hafa farið í fótinn á Björgunni. En við tökum þessu. Við tökum þessu. Sem að Sveinn er mjög hreyfanlega á línunni. Og Brynjar. Og hann ver. Og með sitt 10. varða skot nummer 1, Einar Ólafur Vilmundarson. Við verðum að nýta þetta færi. Já. Brynjar kom með 2 mörk, gæti hæglega að vera komið 4. En hann Einar er erfiður viðregnar. Tökum það ekki á honum. Eyþór, sterk skytta. Dómarinn búinn að flauta fríkasti. Ég er ekki alveg viss hvað hans afsökun var. Einar duðar gjörsamlega stanslaust. Og Fjórðamann nummer 22, Starri Fredriksson. Starri ætlar að vera einnig okkur mjög erfiður. Valli. Hann vippar. Vel gert það sitt. Og hann líka fagnar mörkunum. Það er það sem hefur gaman að viðala sko. Já. Eins og ég var að segja hann Einar Jónsson, hann er búinn að tuða frá fyrstu sekundi sem leikurinn byrjaði. Það er alveg ótrúlega hvað hann fær mikið svigrúm til að tuða. Það er mjög góður punktur hjá þér Helgi. Það er oft þannig. Virtir þjálfar að fá að segja hans meira. Og Ingvar, nei, hættir. Gleymdu þessu. Ingvar verið hérna dauðafæri, en dómarinn meina það að... Jæja. Herru, þá tekur Ingvar það bara. Ég hefði sagt bara 2 mínútur og við ættum boltan. Víti og 2 mínútur, ég veit ekki með það. Hann fær frí skot. En 2 mínútur er eiginlega sammála þar sem hann veist náttúrulega. En víti veit ég ekki með. Ég segi passu því. Ég styð þína hugmyndafræði þessu, Helgi. Þá færir Alli sig yfir í hægri skiptuna og Donni finnir hornið. Kemur leikur í gang saman með Eyþór Snæland. Jónsson er komin í vinstra hornið fyrir Brynjar Loft. Já. Læsilegt Björgvin. Hann er komið 4 mörk. Það var vel gert hjá honum. Þar af enginn úr vítum. Staðan
10-9, Stjörnunni vil. Og leikmaður nummer 21 með sitt fyrsta mark fyrir kvöld, Andri Hjaltar Gretarsson. Lagalega gert með Stjörnumönnum, verðum að gefa þeim það. Þeir eru mjög góður að spila einu fleiri. Það er gríðarlega agalið, það verður að segja eins og Já. þér. Maður sér það bara að það sé eftir hugmyndafræði Einar Jónssonar. Það oft einkennir þessi meistaralið, hvað það er í auguð. Saman hvað staðan er, spila alltaf eins. Já. Donni missi boltan klaufalega, nær að blokka sjálfur. Þetta er vonandi bara 2 mínútur. Það er spurning hvort hann fái. Gæti verið að meta þannig að hann hafi tekið dauðafæri, já, en metaði þannig. Eyþór Snæland Jónsson með beint rautt spjald. Full ákafar þarna kannski. Helgi, metur þetta sem réttan dóm? Já, verðum við ekki að gefa, ég held að. Þótt þetta hafi verið óvart, þá var þetta ljótt. Þannig að það náttúrulega bara keyrir undir hann. Sjáum að Starri fær annan tækifæri á punktinum. Það er að bíða eftir að Eyþór fari upp í stúku. Og með sitt sjötta mark nummer 22, Starri Friðriksson. Staðan 12-9 og Fjölnismenn eru akkurat núna einu færri. Þeir eru að spila mjög framalega á Björgvin. Jæja, koma svo Fjölnismenn. Stöðuskipting, Sveinn miðuna. Já, eina ver, en vel gert hjá Björgvin að fá hérna fríkastið. Það er fínt Fjölnir að ná að heiða miklum tíma í þessu sókn. Stjörnumenn eru óþolinmóðir. Hendi komin upp. Þá verður Donna bara að skjóta. Og hann skorar! Glæsir! Fyrsta mark fyrir kvöld, Kristján Kristjánsson. Mikilvægt mark þarna, mjög mikilvægt. Já, við þurfum líka að fara að fá hann í gang. Já. Líka bara, þessi markmaður má ekki verið neitt mikið meira í þessum hálfleik. Kom með 10 skot varinn. Það er bara feiki nú. Þeir sjáum að þeir reyna mikið í krossendinguna og dómarinn mátaði svo að Starri stóð fyrir utan völlinn. Við þykjum þetta. 18 sekundur í mannin okkar. Það allan eru, eftir þessu sóknu eru orðin margirinn á vellinum. Já, 2 marka munur, þetta er í góðum málum. Já, þetta er í fínum málum. Nú kemur Sveinn Jónsson inn á völlinn. Björgvin miðuna á Sveinn og hann ver. Ali fær vítið. Hann er línubani, hann Einar, vægast sagt. Það fyrir Björgvin á punktinn. Gríðarlega örugg vítaskipta. 7-13. Já. Og með sitt fyrsta mark nummer 22, Björgvin Páll Rúnarsson. Já, þá þurfum að fá elst eitt stopp hérna núna, það verður fínt. Staðan 12-11 fyrir Stjörnunni. Þegar 1 mínúta og 15 sekundur eftir. Nú verður að halda hreinu. Fram að hliði.
númer 21, Andri Hjartar Gretarsson. Andri þarna, mótinu. Við varum að gefa honum allt og auðvöld færi hann í hotinu. Alli gleymir sér aðeins hann og sem gefur honum ofstórt færi. Fyrir svona góðan hotnumann þá er þetta bara dauða færi. Já. Já, í fjölinni fá hann að marka í þetta. Sveit. Já, það er rétt, það er aftan í. Sveit gerir vel hann að sækja 2 mínútur. Þessi ég er búinn að vera að bíða svolítið eftir þessu. Já, Sveit ráðast á markið. Nei, bara þú veist, þeir eru búin að vera svona næstu því aftan í, næstu því, þú veist, hrindingar. Það er eiginlega bara svona búið að vera sumi tímaspursmál, hvenær við fáum þessar 2 mínútur. Það er að segja Stjörnumenn. Já, og við þykjum það líka bara. Já, við þykjum það kurteisi. En aftur á móti líka gaman að sjá Svein, hann var mjög klókur hann að vissi alveg hvað hann var að gera. Já, hann er eldri en 2 vetra, hann Sveit. Og nú þurfa félagsmenn að nýta sér þetta. 20 sekúndur eftir. Veit ekki alveg hvað Rauða Þrauman ætlaði þessu þarna. Nei. Þetta snúa hann inn á nærhornið á honum. Og Einar tekur lykli, sniður hana. 7 sekúndur eftir. Og við gerum slíkt þið sama. Já. Já, 7 sekúndur eftir. Ég held að Hafsteinn væri að fara að spjalda Stjörnuveggi fyrir að vera á lengi í. Komum svo að halda þessu. Já. Númer 15, Ingvar Kristinn Guðmundsson. Sáum hann að Stjörnumenn setti nauka mann inn á. Já, við minnum á Dominos pítsur til En 13-11 Stjörnunni vil. Við verðum einum fleiri í 1 mínútu 25 sekúndur þegar seinni hálfleikur byrjar. Staðan getur betur ekki. Staðan getur betur, hún getur líka verið verri, en ég segi, þetta er bara, við verðum bara að halda áfram. Já, þetta er enga veginn búið. Þetta er enga veginn búið, það verður gaman að sjá hvað við gerum í seinni hálfleik. Já, og við tökum okkur örstuð hlé, komum aftur í smá.
Og já, þar með hefst seinni hálfleikur. Stjarnan eru einu færri, minnum á það, og sjá að þeir spila ekki með neitt markmann. Á meðan þeir eru færri, þannig að Fjölnir stilir boltanum, þá er að grýta honum fram. Og með sitt annar mark, númer 13, Eyþór Már Magnússon. Þarna var Ingvar snöggur að sækja boltan. Það er alveg getað stólið marki. Jæja, 14-11. Stjörnunni vil. Fjölnismenn ennþá einu fleiri í það bil 40 sekundur. Og það er skref dæmt að Donna. Stjörnumenn agaðir og rófa leikinn niður. Þetta var klaufalegt. Þetta er alltof dýrt. Björgvin mjög aggressífur. Starri gefandi klippinguna inn á miðuna. Og Stjörnumenn senda hann út af. Jæja, já, sjálfsögðu, þetta eru 2 mínútur. Hvernig geta þeir mótmælt þessu? Björgvin liggur hérna eftir, vonum að sé í lagi með hann. Já, þurftu bara að ná andanum. Svona ein spurning með leikurinn stopp. Þessi leikmaður nummer 7 hjá Stjörnunni, Ari Pétursson. Veistu eitthvað um þennan leikmann, hvaðan hann kemur? Er þetta uppalinn Stjörnumaður? Ég bara þekki það ekki, sem svo er. Það virðist vera svolítið svona, hvað maður segja, svona líturinn í hópnum. Það svona lætur menn heyra ef það er eitthvað í gangi og... Já, mikið þéttismaður. Þarna nær Vilhjálmur Ingi frákastinu eftir ágætt skot Donna sem fór í stöngina. Þetta leit ekki út fyrir að vera gott. Nei, hann misti sig eitthvað á nýjunu. Það virtist vera eins og Bergur hefði dottið á hann og hefði mistið sig eitthvað við það. Það er klárt mál að Bergur er ekki að reyna að rúlla sér á hann, sko. Nei, hann haltar út af. Ef að hann er frá út leikinn þá var það gríðarlega missir fyrir Stjörnuna, en það er hann akkeri í vörninni hjá þeim. Spilar á miðunni þar, Stjörnunöllu, hann haltar hann út af. En þetta mun alveg klárlega veikja Stjörnumenn. Varnarlega séð. Já, hann er þegar aðal maður varnarlega séð. Já, hann spil bara vörn. Alltaf í kvöld. Þá sjáum við að Eyþór fer hægra megin í Stjörnunni á meðan hann Hjálmtýr Alfreðsson kom vinstra megin. Ég ætla að segja að þetta hefði verið tvíkur við henni bók. Hann svona misti boltan einhvern veginn og sjöan sett hérna fyrir inn. Tókstu eftir þessu? Ég tók ekki eftir þessu. Ok, mér fannst það eins og það sett sjöan missi boltan einhvern veginn, svona er að klóri boltan. Já. Hjálmtýr sækir hérna vitið. Þetta er ódýrt að vera einum fleiri og fá á þessu svona. Já, starfið á punktunum. Helviti ódýrt víti bara. Ingvar er þarna vel en þeir ná frákastinu. Ingvar er brjálaður ef það ná ekki frákastinu. Þeir voru hann var bara graðari að ná þessu bolta hana. Já. Fráköst snúast nú eiginlega alltaf það, bara hver vill að meira.
Þarna, þetta er það sem við viljum sjá frá Donna. Já, glæsilegt, Kristján Örn. Þetta viljum við sjá eins og sagðir. Líka því við vitum hann getur, þá viljum við sjá meira af þessu frá hann. Akkurat, hann er frábær skotmaður og getur stokkið alveg ótrúlega hátt. Kannski það sem að hrjáarinn ennþá hann er ennþá svolítið viltur. Já, hann er, skotin hans er oft svolítið vilt og maður heyrir oft, maður heyrir kannski, maður sér oft þegar Addi bítur í tungun á sér til að garga ekki á hann inn á vellinum. Vel gert þarna, stóðlega boltanum, Brynjar kýrst upp. Jæja. Það var vel gert þarna hjá Stjörnumönnum, komið sér fljótt tilbaka og náða Sveitan að róa leikinn, geta það stilt upp en Donni er inn sendi. Já, þetta þykjum við. Þetta er alveg rétt, góður minn. Frábær dómgæsla, hangi aftan í berg. Þetta var leikmann með 10 Sverrir Eyjólfsson og Einar Jónsson fær gult spjald á bekkinn fyrir að mótmæla þessu dómi. Ég myndi segja að tími komið til. Já, hann er búinn að, eins og segja, hann byrjaði bara á fyrstu mínútu. Hann er nú frábær þjálfari, það hefur hann ekki tekið á hann. Já, frábær þjálfari, ég mun aldrei efast það, en mér finnst það oft svona leiðilegur partur af leiknum með hann hvað hann tuðar mikið. Þetta er skref. Þetta er allt og dýrt. Þetta eru mistök og Donna var bara að skila sér heim. Já. Fór hérna í valdaskiptinguna. Alli opinn nákvæmt til boltans. Og þá... Jæja, einum fleiri búin að tapa boltanum tvisvar núna. Þetta er náttúrulega ekki bólegt. Ég held við sem ekki ennþá búin að vinna kafla sem við erum með einum fleiri og móti liði sem er í gæðaflokki sem Stjarnan, þá er það bara allt og dýrt, það bara má ekki. Og Ingvar Ver, glæsilegt og Alli með frákastið. Fjölnismenn með mismunandi tilraun til hraðaflaups. Stjörnumenn fljótið tilbaka. Þarna hefði mögulega verið betra að playa safe, sem sagt er á góður ensku. Alla var bara komið þess að senda ykkur sjálfur. Og já, það, kannski testa sig ekki í það. En það voru 30 sekundur í mannin, hefði getað stilt upp í eina góða sókn. Það er bara, það hefði verið mikið betra að ná einni vörn, einu fleiri aftur. Já, Fjölnismenn í boltan. Jæja, kallið minn, þetta eru 2 mínútur. Gjörðu svo vel, fáðu þau seti. Þetta er eins heimskulegt og það verður. Andri Hjartar vill meina hann að fest sig á boltanum. Það segir allir. Þrjár sekundir í manni á Stjörnunni. Og hann trítlar inn á núna. Jæja, Fjölnismenn. Og verður að vinna hann að kafla helst með 2. Já. Fjölnismenn hafa ekki náð að leysa það að vera einu fleiri í sókn. Nú vel. Alli gegn. Berg grópar hátt upp á næri boltanum hérna. Frákastinu. Snöggir að ná í boltan, strákar. Það er enginn sækjana fyrir ykkur. Jæja, komum svo. Björgvin. Það var komin aðeins og nátt vörðun til að reyna það trikk. Við höfum séð hann gera þetta oft áður en þetta virkar betur þegar menn koma út að mæta. Þetta er svo dýrt þegar við erum einum fleiri. Jæja, það er ekkert búið. 1 mínúta í að Stjarnan verði með fullskipa lið. Þeir taka markmann út af, eins og alltaf. Við erum bara að vinna boltan.
Og Eyþór með krossendinguna. Og það starri skiptir framjá. Já, nú þurfum við allan að vinna þennan kafla 1-0 með að skora núna. Það eru 25 sekundur í mannin. Ná einnig góður stimplun. Eða bara þetta. Glæsilegt. Sveinn Þorgeirsson. Takk fyrir góðan daginn. Já, takk fyrir. Túkall. Hann líka sveif svo langt yfir öllum manna. Þetta var bara opið mark fyrir hann. Þetta var alveg... Við viljum sjá meira þessu rásinni. Hans annað mark í leiknum. Við viljum minna á það, við erum að vinna með hashtaggi handbolti á Twitter, ef það er eitthvað að segja. Stjörnumenn eru með passion fyrir íþróttinni, maður verður að virða það. Og Starri gerir þetta vel. Björgvin sækir á. Donni, hóttnið á Valla, Alli, inn á miðuna með þig. Donni skotið, það er varið. Og með til 12 var að skot nr. 1, Einar Ólafur Vilmundsson. Með sitt 12. skot, varið. Jæja, þetta er lína, þetta er vel gert. Vel dæmt þetta dómarum hana. Klálega lína. Jæja, fjarmarkamunur, vinkum þetta nú. Járans með þetta, drengur. Donni liggur eftir. Við erum að gera allt og mikið af tækniviljum. Á einhvern ótrúlega hátt náði hann að setja þetta inn. Donnirinn er bara heppinn að fá ekki 2 mínútur dæmdur á sig. Alveg ljónheppinn og þá tekur Arnar Gunnarsson leikli 8-13. Staðan gæti nú verið önnur helgi. Nú er búin að vera einu fleiri mestan seinna hálfleikinn. Já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, við erum að gera allt og mikið af tækniviljum og við erum bara líka, þú veist, við erum ætlum að skora þarna í 2 mörk ykkur einstu sók virðist vera. Í staðinn fyrir bara, þú veist, vera svolítið rólegir, yfirvegaðir, bara, þú veist, við erum að standa vörnina vel. Við þurfum ekki að vera þessu paniki að maður sóknarlega. Akkurat, ég held að munurinn á liðunum sé þá að Stjarnan eru aðeins agari leikmenn. Já. Það er eins og saman hvað staðan er, hvort einu færri, einu fleiri. Þeir spila bara sem bolta, saman hvað staðan er og það skila mann alltaf árangri. Þetta er consistency. Eins og ég veist, 80 mörk á 40 mínútum er ekkert skelfileg tala á móti þessu Stjörnulið sem er mjög gott sóknarlið. Nei, svo sem ekki. Ég meina Einar er með 12 bolta varða í markinu. Þetta er hátt í 50% markværsla. Það skila liðum alltaf einhverju fórustu. En við erum bara búin að vera klaufar, búin að vera einu fleiri í aftur og aftur og aftur. En við virðumst alltaf ná að tapa þeim leikafla með einhverjum vitlausum sendingum, skotum á röngum tímapunkti, heimskulegum gegnumbótum. En við vonum núna að það hafa blásið eitthvað lífi í liðið og við komum tvíhælið til leiks. Þetta er kannski bara meira að við erum aðeins agari sóknilega, róma okkur aðeins niður. Við þurfum ekki að skora 2 í hverju sókn. Og þegar við segjum þetta þá missum við næst í boltan. Sveinn á Björgvin. Það er vel hangi hérna í honum Sveini Jóhanssoni. Upp með hún sitt.
Það hann er búið með skriðin til dómarum hérna. Það er alltaf fínt að fjalla sig baka það. En 2 mínútur fá Fjölnismenn. Það verður 2 mínútur á bekkinn. Já! Takk fyrir. Góðan daginn. Þannig að nú erum við 2 fleiri í 2 mínútur. Við þykjum það. Jæja Fjölnismenn, núna þurfum við að sýna hvað í okkur býr. Spila aganleik, stimpla bara, fá góð færi. Fáum þessi mörk. Alinn úr þröngu færi. Og nummer 1 með sitt 13 ára skot, Einar Ólafur Vilmundarson. Þetta gengur náttúrulega ekki. Þeir eru 4 í vörn, við erum 6 sóknarmenn. Það er eins og það sé jafnt í liðum. Við erum að lenda í erfiðleikum með að vera fleiri. Já, eins og það er svona, ég veit ekki hvað það er sem að gera okkur bara algjörlega ókleift að vinna markið opið. Herru. Já, takar þetta stað, það er rétt. Það er líka allt og nálagt í þokkabót. Já, þarna tekur Einar þetta aftur. Komið 14 skot sem sendir hann norður yfir 50%. Það er enginn í markinu hjá Stjörnunni og Fjölnir spila mjög framalega. Sína 1-5 vörn. Og Ingvar við þetta. Ég verði að viðurkenna, ég hefði viljað sjá að spila meira þessu öðrum enn fleiri. Þetta gekk mjög vilja okkur fyrra, eins og ég hef ekki tekið eftir að spila þetta mikið núna. Já, þarna ástæðan fyrir því að Stjörnumenn taka markmann úta, þannig að þeir eru jafnmargir í vörninni. Þá endar það sem bara maður á mannvörð sem er alltaf á riski. Það er enda rétt. En höfum við verið að spila þetta í vetur? Ég er náttúrulega lítið að segja þetta í vetur. En bara liðin eru byrjað að setja markmann út til þess að spórna gegn þessu. Það er þeirra svar við þessu. Það er vandamálið. En þessi kafli þessum Fjölnir voru 2 fleiri fór 0-0. En þarna skora Stjörnumenn, koma að stöðunni 19-13. Og Fjölnismenn fá innkasti. Það er ótrúlegt hvað hann Stjörnumennir tuða. Þeir eru 6 mörkum yfir, 1 innkast hérna þeir eru 14 mínútur búnar af seinni hálfleik ekki verið að skipta máli. Nákvæmlega. Ég myndi skilja þetta ef þetta væri jafn leikur. Hvað er Donni vinur minn að gera þarna? Það reynir að tróða hannum á línuna sem er ekki laus. Þetta er ekki alveg nógu gott. Og hvað ég meina með alveg er bara alls ekki nógu gott. Þetta er bara, við erum ekki búin að finna neina lausnir á varnarleiknum á Stjörnunni seinna hálfleik. Jafnvel út að þannig að Vilhjálmur Ingi sé farin út af meiddur. Það bara virðist ekki að skipta neinu máli. Varnarleiknum á Stjörnunni er virkilega góður og agaður og Fjölnisliðið er bara ekki búin að finna neina lausn á þessu. Og það er þessi frábæri varnarleikur sem minnst á sem er búinn að skila Stjörnunni þessar fórustu 19-13 þegar það bil 14 mínútur og 30 sekúndur eftir. Já, við gefum ekki vonuna, allt getur gerst. Já, þetta er ennþá alveg opið ef við förum að finna einhverja lausnir í sóknarlega og náum að loka nokkrum vörnum.
Höndin er uppi. Ingar er þetta, ná frákastinu og skora. Og þessi danamark, nummer 4, Hörður Kristinn Örvarsson. Þess að það má líka segja að það hefur svolítið lítið fallið með Fjölnisliðinu í þessu leik. Frákastinn þegar baráttu boltar og virðast þetta eftir svolítið með Stjörnunni, en það er líka bara spurning, er það ekki bara því að Stjörnumenn vilja þetta meira? Það stigataflan segir það allavega. Menna 7 marka munur. Þarna loftar hann Svein og það er varið. Við erum held ég ekki búin að skora frá línunni í kvöld. Nei, ég man allavega ekki eftir því. Hvorki Bergur eða Sveinn er búin að setja markstöðuleikinn. Sautján bolta líka á markmannum, það er náttúrulega bara Það er nánast rosalegt. algjört grín, sko. En þessi, við erum bara að halda áfram, allavega að ná að laga þetta. Þetta er ekki tölurnar sem við viljum sjá á lok dags. Það er rétt. Tökum þetta 1 mark í einu. Já, línan dæmt bara. En það sé bara rétt, Donni missir bara jafnvægi verið að komast fram með honum. Klókur hérna í vörninni, hann bakkar undan þegar Donni fer í mynduna. Donni býst við að fá stertinguna. Ari, hótnið á Starri fæði síðan víti. Dómarnir meina að Hreiðar hefði þarna komið að sinni í teginn. Ná, kominn töluvert inn í teginn. Einu spurningi var hvort að stjórnumæðurinn ítti hann á eitthvað ekki. Það var svona eiginlega eina. Og Ari skorar sitt 3. mark leiknum. Fjölnismenn halda áfram að keyra á. Sveinn. Og það er varið. Og þeir eru samkvæmið sjálfum sér. Dæma þarna víti 2. Það var aftur tvöfald af 2 mínútur. 2 mínútur. Þessi ég verði að vera samkvæmið sjálfum mér. Mér fannst þetta ekki að vera víti á 2 mínútur. Þetta er bara 2 mínútur. Já, en fyrst þið dæmdu þetta í fyrri hálfleik þá þurfum við að... Þeir eru samkvæmið sjálfum sér, þannig að við gefum þeim það. Þeir eru allan að þessi, þeir eru búin að, mér finnst þeir búin að dæmina leikvín. Þeir Gísla Asteð, þeir eru alltaf með alltaf hreinu. Vonum nú bara að við náum að stela nokkrum mörkum tilbaka. Byrjum á vítinu hérna. Smá ráðstefna hérna við riddarasborðið. Einar Örn eitthvað að segja hvað hann fannst þessar 2 mínútur á víti. Hann getur beðið eftir 5 einum eftir leik. Ætla að ræða það. Björgvin og það er mark, auðvitað. Skjættamark nummer 22, Björgvin Páll Rúnarsson. Nú getum við komið framar og pressa á það. Já, og þeir taka samt sem áður markmann út af. Og þetta verður svona bara eitthvað. Stjarnan tekur sem tíma að taka fríkastið.
Ingvar Kristinn Guðmundsson. Ingvar er hérna en dómarinn meina að það hafi verið brotið á leikmannum sem skaut. Eftir hann skaut. Það var Sveinn Jónsson sem fær 2 mínútur. Þá eru Fjölnismenn einum fleiri. Sveit sendir hann í hendurnar á Stjörnunni, reynir að stila boltanum og er aftan í. Ingvar ver og Sveit Þorgeirsson fær þá 2 mínútur fyrir að fara aftan í leikmann Stjörnunnar. Stjörnumenn ekki sáttið, þeir vilja fá rautt á þetta. Þá jafnt í liðum. 4 á móti 4, eða 4 á móti 5 réttar þetta sem að Stjörnumenn taka markmann út af. Vantar þess að eitt leikmann inn á Stjörnunni. En það kemur ekki að sög. Þeir taka einfalda klippingu til að koma sér í gegn. Skemmtilegt að vantar ennþá eitt leikmann inn á Stjörnunni, hann að föttu þér þetta. Það vantaði leikmann inn á í sóknuna hjá þeim, þeir föttu ekki nei. En þá vantar eitt leikmann inn á Stjörnunni. Þeir eru átnið komin með fullskipa lið. Þetta er mögulega eitthvað skrítnast sem ég séð mjög lengi í handboltaleik. Það sem að Stjörnumenn eru búin að Já, Ingvar. verið á vellinum einum færri þegar það hefði getað verið með 6 manns inn á. Já, þetta var orðið hálf flókið. Þeir voru alltaf einu með 2 fleiri í seinni hálfleik. Þeir voru hættir að trúa þeir mættu vera með fullskipa lið inn á. Svo er 7 sekúndur í fyrsta mannin og 35 sekúndur í næsta. Þeir taka Björgun úr umferð. Breki sækir fríkastið. Brynjar. Ekki dæmt þarna. Þetta var líka bara ekkert verið að þessu. Nei, Sveinn var bara ekki jafnvægi og náði ekki gripa boltanum. Staðan 22-14, Stjörnunni vil það bil 7 mínútur og 20 sekúndur eftir leiks. 8 marka munur, þetta er komið hjá Stjörnunni. Nú spurningu bara hvernig munurinn verður. Ég held að eina jákvæði við þetta séu, við þurfum örugglega ekki að mæta þeim í úrslitakeppninni. Já. Og þeir fara mjög líklega beint upp bara. Nú Fjölnir eru bara búin að skora, þetta er, já, við erum Einar. Við náum frákasti. Já, það hlaut að koma því. Það hlaut að koma á markinu Hvernig var hálfleiksstaðan, Helgi, manstu það? Ég verði ekki, ég manna það ekki, en nú var allan ekki, ég heldur sem bara að skora 2 mörk í seinni hálfleik. Já, ég man ekki hvað staðan var, en við erum ekki búin að skora mörk.
Þá vítið dæmt Stjörnunni í vil. Hörður sækir það. Eftir brot frá honum, Hreiðari Soga. Og þá stígur á punktinn Ari Pétursson. Ingvar ákveðan á svipinn. Ætlar sér að taka þetta skot. Ari setur undir fætur honum. Þá tekur Arnar leikli. Það 5 mínútur eftir. 7 marka munur. Ef við förum nú aðeins yfir markaðustu leikmenn Stjörnunnar, það var að Starri með 7 mörk. Síðan kemur Ari Pétursson með 5. Nú í liði Fjölnismanna ber nú eiginlega bara að nefna Björgvin Páll Rúnarsson sem með 6 mörk. Svo það 4 leikmenn sem með 2 mörk hverjir. Ég held að við erum búin að skora 11 mörk í fyrri hálfleik ef við telum þetta rétt. Það hljómar rétt allavega. Þannig að það eru 4 mörk í seinni hálfleik á 24 mínútum. Það hrikalega dapurt. Kannski að versta við þetta væri náttúrulega það að við erum búin að vera einum fleiri bróðupartinn af seinni hálfleiknum. Og líka 2 fleiri á mörgum tímapunktum. En eins og ég veist, það bara það Stjörnulið er hrikalega gott og þetta er mjög agað handboltalið. Það er erfitt að brjóta það aftur, hvort sem eru 5, 4 eða 6 inn á vellinum. Já, akkurat. Þetta er bara gríðilega vel skipulagt lið. Þeir geta að spila vörð, hvort þeim séu 6, 5 eða 4 í vörð, það skiptir ekki máli. Þeir geta að spila hörkulið sem er að fara að fljúga upp deildspá í Velgi. Já, ég held að það sé nokkuð ljóst að þetta lið er að fara beint upp. Ára Breki komin í vinstskiptuna. Sveinn komin hægra megin. Sveinn heldur áfram og hann skorar. Og þeir gefa 2 mínútur. Þeir eru búin að leggja á hana línu. Standa við hana. Þetta er bara hárrétt. Já, það eru alltaf fáið dómarar sem að þora að standa í þessu. Að gefa 2 mínútur. 5 mínútur eftir. 7 marka munur, nú viljum við fá að minnka hans munun. Seta nokkur auðveld mörg. Ég held hann að vera að fá þriðju 2 mínúturnar sínar. Já, við sjáum hann að það eru komnar 8 brottísanir í leiknum hjá Stjörnunni. 5 í Fjölni. Og 1 rautt. Og 1 rautt hjá Fjölni. Ég held að það eru bara 4 brottir sem eru 1 rautt á Fjölni. Þetta verða líklega 2. Nei, ég sá þetta ekki. Flottir. Finnur Jónsson skorar flott mark eftir klippingu. Veit samt ekki alveg með hennar klút sem hann er með á haustum. Þetta er nýtíska og Hreiðarinn og það er slamna. Brynjar fyrir á þakkastinu og skýtur á hausin á Einari og skorar glæsilegt. 24-17. Fjölnir aðeins að koma tilbaka. Sterk vörn hjá Sveini Þorgeirs. Og Ari sækir á klippinguna. Björgvin stelur boltanum. Þeir eru komin í yttala hérna. Bergur gefur boltan Brynjar í gegn. Og það er mark. Glæsilegt! Er þetta, ef við náum að vinna þennan kafla, er þetta ekki bara, ég svari, ég held að sé fyrsti kafli sem við vinnum. Þegar við verðum fleiri. Þetta er alltaf uppleið. Sjáum að Stjarnan taka ekki markmann út af. Já, þarna lenti hann á vegg.
Sá vekkur, þetta er Sveinn Þorgeirsson. Hann brosir bara. Verðið að bakka heyrist í stúkunni. Vel skotið þarna hjá Starra. Það er erfiður bolt að verja. Mjög erfið, í jörðina upp í þagnandi. Líka snúningur á honum, hann er ekki að fara beint. Það var vel skotið á hann. 7 marka munur, 2,5 mínúta eftir. Glæsilega gert hjá Sveini. Þetta var virkilega gert. Er þetta ekki líka bara það sem vantaði svolítið bara hérna hjá okkur fyrstu 20 mínútur í fyrrháleik? Það var að skipturnar okkar væri að sækja eins betur á. Jú, það er alveg rétt greining, það er ekki sammála því. Það er pláss þarna fyrir að fara 1-1. Það vantaði svolítið að skipturnar okkar væri að þora að fara 1-1. Ég meina 1-1 á móti Sveini Þorgeirssoni, þú verst því ekki. Það er mjög erfitt. Sjáum að Dagur Snær komin inn í viðskiptuna á þarna slaka sendingu. Og þá eru 2 mínútur bæði að Berg Snorrason sem á Hörð í liði Stjörnunnar. Þeir eru eitthvað í einhverjum kýting hérna. Það var liðin 5-5 sem restliðu leiks. Vel var hjá Ingvari. Þá kera félagsmennu upp. Vilja ná sér í mörk. Þetta er svo erfið sending. Erfið sending hjá honum Björgvini sem hafnar út í hliðlínu. Stjörnumenn á boltan. Þegar 1 mínúta rúm er eftir. Stótt Ingvar. Númer 15 með sitt 19. varðarskot og 15 markið í dag, Ingvar Kristinn Guðmundsson. Ég held að hann hafi heyrt í mér þarna. Já, þetta var vel gert. Það eru 30 sekúndur eftir, Stjarnan í sókn. Ætla sér að setja loka marki í leiknum, eflaust. Sveinn stelur boltanum, skýtur yfir, en það hafnar fram hjá markinu. Þetta er svolítið lýsandi fyrir leikinn í dag. Þetta er bara, það gengur ekkert upp hérna hjá okkur. Og tíminn er stopp, það er 9 sekúndur eftir. Það má alltaf engin annar en markmaður taka útkast. Inn í tegnum. Á lítið eftir þá kemur endalega línsetting og þá skora Stjörnumenn síðast mark í leiknum, loka stöður 26-20, Stjörnunni vil. Þeir fara með sigur og hólfi hér í kvöld. Helgi, ef við tökum leikinn á 1 mínútu, hvað var Fjölnir að falla í þessum leik? Það heyrir svo hátt í Ingvari hérna, ég heyri ekki hvað það segir. Já, ég segi hérna hvað var Fjölnir að falli í leiknum? Það sem ferði Fjölnir að falli í þessu leik er klálega bara að þeir finna enga lausnir á vörninni og Stjörnunni. Hvort sem við erum 1 fleiri eða 2 fleiri, að þá fundum við enga lausnir. Og það kannski bara sýnir líka stundur svolítið reynsluleysi á okkur að við erum ekki að þora. Það vantar svolítið sem að þora, eins og bara sest í lokinn, leið og pressan er búinn og þá fyrir allt inn að þora aftur. Við erum að þora að taka menn á, fara 1-1 og fara framhjá. Þetta er eitthvað sem vantar líka svolítið í miðjum leiknum þegar allt er undir, að við þorum að gera þetta líka. Algjörlega sammála þessu. Herðu, og á þessum nótum þá endum þessu útsendingu. Þökkum kærlega fyrir okkur í Fjölnir TV. Helgi, ykkur lokaorð? Nei, bara takk fyrir áhorfið og sjáumst næst. Lífið heil!